Árið 2018 gerðu evrósku slagsamtökin og samtök sjúklinga í Evrópu með sér samkomulag sem kallast SAPE, aðgerðaáætlun gegn slagi. Samkomulagið miðar að því að innleiða aðgerðir fyrir árið 2030, aðgerðir sem komi í veg fyrir heilaslag og styrkja meðferð eftir slag. Samkvæmt heimasíðu verkefnisins hafa þessi lönd lokið við innleiðingu. Vinna við innleiðingu hafin í þessum löndum, en í þessum löndum, þar með talið á Íslandi, vinnan ekki hafin. Og hér á landi vantar alveg viðurkenningu og aðkomu íslenskra stjórnvalda að þessu samkomulagi. Og þess vegna eiga þeir að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu og, við getum sest niður með því hvað það kostar, en sá kostnaður, hann slagar ekki við það sem að ríður á samfélagið ef það verður ekki gert fyrir 2030. Björn Logi einn af 3 talsmönnum aðgerðaáætlunar gegn slagi á Íslandi og hefur unnið að því að innleiða hana hér á landi. Hann segir að það hafi gengið hægt, meðal annars vegna þess hversu margir þurfi að koma að borðinu, bæði embætti landlæknis, heilbrigðisráðuneytið og stjórn Landspítalans. Það skipti hins vegar miklu máli að innleiða þessa áætlun sem fyrst, til þess að bæta þjónustuna og minnka það mikla álag sem fylgir heilaslagi, bæði á sjúklingana sjálfa og heilbrigðiskerfið. Og það þess vegna sem að til dæmis evrósku slagsamtökin og samtök slagþola í Evrópu hafa sett í gang alveg risavaxið verkefni til þess að taka alla þessa þætti og gera það betri. Og það það sem þörfin, það þessi keðja, alveg frá því áður en sjúklingur veikist, alveg þannig að hann fer út í lífið aftur. Hún þarf að vera svo vönduð, hún þarf að vera svo góð. Heldur að þessi áætlun geti bjargað mannslífum í framtíðinni? Alveg klárlega. Alveg klárlega. Ég alveg sannfærður það. Jafn mikil áhersla lögð á þennan sjúkdóm og aðra alvarlega sjúkdóma eins og hjartasjúkdóma og krabbamein? Sko, það mætti gera betur. Ég skal alveg viðurkenna það. En það líka tilkomið af því að meðferð slagsjúkdóma, hún í dag hefur komið svo mikið að góðri meðferð og það þarf að veita þessu meiri gaum af því að það hafa orðið svo marga framfærir. Það svo mikið hægt að gera í dag til að gera hlutina betri.